Við skulum fara og kynna okkur bók sem heitir Háski í hafi eftir Illuga Jökulsson. Það meðal annars sagt frá hörmulegu slysi sem var bara hérna rétt úti á sundinu fyrir utan Reykjavík fyrir rúmum, tæpum 100 árum það. Illugi, þú ætlar að segja okkur frá Ingvarsslysinu. Já, Ingvarsslysið átti sér stað í apríl 1906. Þá skall á skyndilegt óveður og fiskiskipin voru öll að veiðum út í Faxaflóa og út á Reykjanesi og þau leituðu til hafnar þegar óveðrið skall á. Ingvar var einn af þessum kútterum eða þilskipum og hann reyndi að komast hingað inn til Reykjavíkur. Þá var höfnin í Reykjavík, það var engin viðlegukantur, heldur höfnin í Reykjavík var það þegar þá lágu skipin þarna milli Örfiriseyjar og Engeyjar. Og Ingvar kemur siglandi, hann kemst ekki þarna inn á milli, hann hafði greinilega orðið fyrir brotsjó í óveðrinu og hluti af seglabúnaðinum var ónýtur, þannig að skipstjórinn eða hver sá sem að stjórnaði borð, það líklegt að einhverjir hafi þegar verið farnir útbyrðis, þannig að það ekki víst að skipstjórinn hafi sjálfur stýrt. Þá kemur hann norður fyrir Engey og ætlar að leita inn á Viðeyjarsundið. En hikar svo á einhverjum örlagaríku augnabliki og strandar þá á Skerjunum. Og situr þar fastur og þetta um hádegi og síðan situr hann þarna fastur í 4 klukkutíma eða þar bil. Og á meðan eru mennirnir, þeir binda sig fasta borð, þeir komast ekki í land, skerið of langt frá landi í Viðey. Og síðan tínast þeir í sjóinn einn af öðrum undan alveg hryllilegum brotsjóum sem að riðu yfir skipið og á þetta horfa allir íbúar í Reykjavík. Þeir söfnuðust saman niður nokkurn veginn þar sem Harpa núna. Og þar stóðu menn og horfðu á þetta algjörlega bjargarlausir og það var ekki hægt að gera nokkuð skapaðan hlut til að bjarga þessum mönnum. Það voru gerðar svona frekar fálmkenndar tilraunir til að fá nokkur gufuskip sem voru lágu á höfninni til að koma til hjálpar. En skipstjórar þeirra bara hreinlega treystu sér ekki til þess. Einn þeirra lagði af stað en sneri strax aftur tilbaka. Þannig að þessi dagur hlýtur að hafa verið alveg hræðilegur. Og hvað drukknuðu margir? 20 manns. Og ekki bara, það fórust 2 önnur skip þennan sama dag í þessu sama veðri, 2 aðrir kútterar, þannig að það fórust samtals rúmlega 60 manns. Menn voru að drukkna unnvörpum eins og þú varst að skrifa í þessari bók, Háski í hafi. Þarna fyrstu árum aldarinnar, menn eru að drukkna unnvörpum og það kunni auðvitað enginn að synda. Það var mjög sjaldgæft að menn kynna að synda og það raun og veru alveg stórkostlega undarlegt að þrautreyndir sjómenn voru að drukkna nokkra metra frá landi á 2 metra dýpi bara því þeir kunni ekki að synda og það hafði ekki verið gert neitt að viti. Fjölnismenn höfðu byrjað að reka áróður fyrir sundkennslu 60-70 árum fyrir. En það hafði ekki náð, og það var Skúli Thoroddsen, hann rak áróður fyrir sundkennslu og svo framvegis, en þetta náði ekki gegn. Þannig að stjórnvöld, þau beittu sér ekki fyrir þessu og sumir beittu sér beinlínis á móti þessu af því að það væri svo vont fyrir sjómenn að kunna synda því að það myndi bara framlengja dauðastríðið. Þá urðu til þá var til þessi furðulegi málsháttur að sætur væri sjódauði af því að menn voru að reyna að ímynda sér það að það væri voðalega gott að drukkna. Þennan dag sem að Ingvar fórst og hinn skipin 2, þá var íbúafjöldi Íslands slíkur að það myndi jafnast á við að á einum og sama deginu myndi rúmlega 800 manns deyja núna. Og það var ekkert gert. Það var, ef það hefði verið til línubissa, eins og við þekkjum úr nú til dags, þá hefði við verið tiltölulega einfalt að bjarga þeim. Það hefði verið hægt að skjóta línu út í skipið og draga þá alla í land. Og það var búið að finna upp línubissur. Og 3 árum fyrir þá hefði skip strandað undan Arnarhóli í Reykjavík. Þá gerðist þetta sama, menn stóðu og horfðu á slysið. Þá að vísu fórust ekki menn að því veðrið var ekki jafn vont. En þá voru menn að tala um það að hér væri nú gott ef við hefðum átt línubissu. En svo gerist ekki neitt, enginn kaupir línubissu og 3 árum seinna þá farast hér menn við Viðey
og Slysavarnafélag Íslands ekki stofnað og kaupir ekki fyrstu línubyssuna fyrir meir en 20 árum eftir þetta. Það eru Íslendingar að verða frjáls þjóð en gera eiginlega ekkert í þessu mikilvæga máli. Já, þeir eru einhvern veginn Hannes Hafstein sem orðinn ráðherra heimastjórnarinnar þegar Ingvar-slysið verður, hann meðal þeirra sem horfa á þetta. Og Hannes, hann var meðal þeirra sem reyndu að drífa menn út í gufuskipin og leita hjálpar og svona, þannig að hann var ekkert alveg dofinn fyrir því sem var að gerast, en síðan gerir hann ekki neitt. Hann beitir sér ekki, Hannes einn af dáðustu stjórnmálamönnum þjóðarinnar, en það í raun og veru má segja að þetta svona Íslands heimsstyrjöld. Mannfallið svo mikið í þessum sjóslysum, en hann gerir ekki neitt. Ég ímyndaður ef það færist núna, ef við stæðum núna í einhverjum þeim átökum sem að gætu og við gætum átt á hættu 800 manns bara hyrfu á einum og saman deginum, hvort að þessi ekki krafist að eitthvað gert. En svo seinna verða Íslendingar best synda þjóði í heimi, þetta var útskrifast hér enginn úr skólanum, hann sé rækilega syndur. Þeir lærðu loksins af mjög biturri reynslu, en það var líka alveg óskaplega biturri reynsla því að mannfallið í þessum sjóslysum eiginlega, það svo mikið að þegar maður fer að skoða þetta og átta sig á þessu, það mann hryllir við.